OWASP árið 2021 Broken Access Control, en það þegar að vefforrit útfæra aðgangsstýringu og auðkenningu á einhvern hátta og hafa þá einhvers konar öryggisveikleika. Og það hefur sýnt sig að þetta eru mjög stórt hlutfall þeirra vefforrita sem eru til. Og þetta getur haft í sér ýmis vandræði, svo sem gagnaleka, að aðili geti breytt gögnum sem á ekki verið hægt að breyta, komist í þau, eytt þeim og gert eitthvað við þau sem á ekki verið hægt. Og það margt sem þarf að huga og við ættum alltaf að fara yfir þennan lista og tengda atriði þegar við útfærum fyrir í raun production kerfi einhvers konar innskráningu og auðkenningu. Við ætlum ekki að fara yfir öll þau atriði sem tiltekin þar, því þau eru einfaldlega bara það mörg. En þetta eitthvað sem að þegar þú ferð að útfæra eitthvað, þá þarftu að muna það að þú ert að útfæra hlut sem er mjög líklegt að hafi öryggisvillu. Þannig að þess að koma í veg fyrir það að eitthvað óæskilegt komi upp á, þá þarftu í raun að fara yfir og passa upp á að það sé verið að fylgja öllum þeim kröfum og bara faglegum atriðum sem hægt að fara eftir. Og þetta sett allt á þessum OWASP lista í formi bara aðferða til þess að ráðast á forritin og hvað við getum gert til þess að koma í veg fyrir það. En það ákveðnir hlutir sem að hafa áður verið í raun sérstök atriði á listanum sem við getum hafið í huga, og það til dæmis það að fela aðgang ekki öruggt, það ekki aðgangsstýring. Og þá getum við séð svo dæmin sem við höfum tekið í auðkenningu og innskráningarkerfunum okkar, að ef við höfum einhvern link inn á admin eða einhvern stað þar sem einhver leyndarmál, að fela þann link og vona bara að fólk finna hann ekki ekki öruggt. Heldur þurfum við alltaf að athuga og staðfesta að sú fyrirspurn sem að koma inn megi í raun og veru sjá þessi gögn. Þannig að það í raun að þetta athuga alltaf hvort það sé heimild fyrir þeirri aðgerð sem verið að biðja um. Og þetta ekki bara það að sjá gögnin, heldur þetta líka í þessu krödd aðferðum okkar hvort það megi búa til, uppfæra, eyða eða þá lesa. Og aftur ef við erum með einhverja leið til þess að eiga við gögn eða sækja gögn beint með einhverju vísun, til dæmis ég má sækja einhver örugg gögn með ID 1, en hvað ef ég prófa 2 og þá gildir það sama. Við þurfum alltaf að staðfesta að það sé heimild til staðar áður en gögnin eru sótt. Síðan hlutur sem er CSRF sem var árið 8 árið 2013, en var í raun orðið það útbreitt að fólk vissi af þessu að það var tekið af lista. En það virkar þá þannig að árásaraðili setur einhvern link á vefnum hjá sér með ákveðinni aðgerð og síðan ef að notandinn vill svo til að auðkenndur opnar vefinn hjá árásaraðilinum, þessi vísun á sér stað og keyrir þá aðgerðina. Þannig að þetta getur þá verið að ég sé til dæmis með mynd á vefni hjá mér sem að vísar í og gettar aðgerðina admin delete everything, og ef að ég reyna að hlaða þessari mynd og það vill svo til að admin / delete everything gett aðgerð sem að eyðir öllu, ég notandi sem auðkenndur og má framkvæma þetta, að þá þetta framkvæmt. Þetta kannski ekstrím dæmi en þetta getur samt orðið til þess að það einhverju breytt eða það gerist eitthvað við það að skoða einhvern allt annan vef, að þá þetta framkvæmist aðgerð á öðrum vef. Og oft þetta þannig að þá árásaraðilinn búinn að búa til einhvers konar scenario þar sem að þú þarft í raun að opna einhverja ákveðna síðu, þú þarft að vera auðkenndur hjá einhverjum ákveðnum aðila og þá gerist eitthvað. En eins og oft í örygginu þá þetta litlir hlutir sem saman ljúka upp kerfunum okkar og leyfa árásaraðila að komast inn. En til að forðast þetta þá þurfum við í raun að setja eitthvað ákveðið gildi í form sem staðfest á bakenda, og þetta í raun tiltölulega svona intrusive aðferð til þess að gera þetta, en það engin önnur leið nema að athuga að sá sem var að framkvæma aðgerðina hafi framkvæmt hana vissulega frá okkur og með einhverju gildi sem við vitum. Annað sem hægt að gera að biðja notandum að auðkenna sig áður en ákveðnar aðgerðir eru keyrðar. Það þá ekki bara til þess að passa på að einhver hafi ekki komist yfir vélina mína og ég hafi staðið frá og fengið mér kaffibolla, einhver komið og settist við vélina mína, veit að ég auðkenndur inn á GitHub, fer og eyðir öllu eða býður einhverjum óæskilegum aðila inn á einhver repo, þá þarf ég alltaf að auðkenna mig áður en þessar aðgerðir sem maður getur haft í
þetta í för með sér eru framkvæmdar. En hérna sem sagt einhver hacker búinn að setja upp einhvern vef, klientinn hérna heimsækir þetta, er með session á móti þessu webapp.com hérna, við það að sækja myndina þá er raun aðgerðin plus sessionið send og aðgerðin framkvæmd. En með því að nota CSRF sem er svona client request forgery, þá getum við notað CSRF middlewareið sem takmarkar þessar CSRF árásir og þá þurfum við að setja svona CSRF token í hvert einasta form og þetta er tímaháður token sem er búinn til þá áður en að notandinn fer að byrja að búa til aðgerðina og er síðan staðfestur að hafi verið til staðar í forminu sem kemur tilbaka og að það hefur gerst innan einhvers ákveðins tíma. Og þá erum við að setja svona einhver gögn í formið sem að ég að fara með. Ef við skoðum aðeins hvernig það lítur út, þá erum við hérna með dæmi sem keyrir þennan CSRF pakka, verður að vera með cookie parser til þess að geta tekið þetta því að CSRF gildið er geymt í köku. Við búum til form, við höfum þetta CSRF value hérna, við setjum síðan CSRF protection sem er þetta middleware sem verður til hérna á rátið okkar og við kveikjum á þessu dæmi. Við förum hérna og við sendum ykkur gögn, flott, það er verið að vinna gögnum okkar og við sjáum hérna að þetta eru gögnum sem komið tilbaka og það er CSRF tokenið og það var lesið hérna úr og það var staðfest. En nú ef við reynum að gera þetta eins og við værum einhvers staðar annar staðar frá, við reynum að senda hérna gögnin með curl á vefinn, þá sjáum við fáum bara upp villu og hérna er engin villu meðhöndlun. Þá kemur hérna forbidden error, invalid CSRF token og því er bara hent í hausinn á þeim sem reynir að framkoma þessa aðgerð án þess að vera að koma frá okkur, frá þeim stað þar sem þetta form var búið til og þessi token var settur inn.